Jæja, sælverði, smá samantekt á deginum. Ég labbaði frá Bóadía til Carrión de los Condes og þetta voru rétt 25 kílómetrar og þá ég búin með 383 af þessum þá tæplega 900 sem ég hyggst ganga. Það var rosalega gott undirlag og ég tók svona hliðarveg sem að mælt með, þannig að þú sett ekki að ganga allan tíman nánast með fram þjóðveginum. Það var mjög góð ákvörðun að gera það. Það var mjög kalt, það var alls skýjað og 6 gráður þegar ég lagði af stað í morgun og ég held að hafi náð hæst 10 gráðum. Þannig að vindin í fangið alltið og svona stóran hluta leiðinni. Þannig að mér leið bara eins og ég var komið á hóri nös og orðin á lasin þegar ég kom inn á herbyggi. En við krossum nú fingur og vonum að það verði ekki. En heilt yfir var gönguleiðin fannst mér mjög skemmtileg. Þetta 3. dagur í Meseta. Fyrstu 2 voru bara svipaðir og annað sem að ég hef gengið af því að það oft talað að Meseta sé bara grænir akrar og ekkert meira. Allavega fram að þessu þá svona fyrsta sem að maður að sjá að það glitt í svona þannig landslag og ég var líklega eftir einhver aðra 3 daga í Meseta eða á Meseta. Þannig að mér hefur fundist þetta skemmtilegt og gott að ganga þetta. En mér langaði dálítið að segja frá því að þegar ég fór úr Rioja héraðinu og yfir í Castilla y León að þá svona smá fróðleikur það að þetta stærsta héraðið í rauninni á Spáni sem er 95.000 ferkilometrar, 11 sinnum Madrid, en íbúafjöldin á þessu svæði 2,5 milljón sem er í rauninni minna en helmingurinn af Madridarbúum. Þannig að þetta ekkert, hvað getur maður sagt, þetta ekkert ósvipað á Íslandi bara, að mestur hlutin býr á litlu svæði í Reykjavík og svo dreift landið, þannig að þetta áhugavert að ganga þetta. En ég hef ekki farið mikið út, ég fór aðeins út því að það var bara alveg ísjökulkalt og það voru ekkert rosalega margir á ferli. Það rigndi þó ekkert, aðeins skúraði það var mjög lítið. En allavega það spáir góðu veðri, það á að fara að hlýna og ég vona þá svo sannarlega. Ég man ekki hvort ég sagði það í vídeóinu í gær að ég hitti hjón frá og þær voru 2 systur sem stóð maður annar þeirra frá Nýja-Sjálandi og þau voru að ganga hjónin í 5. sinn þessa leið, þó ekki alltaf alla leiðina, alltaf á þessum ástíma og þau hafa aldrei lent í svona köldu veðri. Þannig að þetta ekki bara væll í mér, það í sjökulkalt krakkar, það bara þannig, mér heyrist bara að vera heitara heima ef eitthvað er. Þannig að þetta svona. En á morgun ætla ég að fara frá Carrión, það sem ég núna sem sagt, til Terra de los Templarios og það rétt 27 kílómetrar. Þannig að ég bara krossa fingur og vona svo sannarlega að spáin gangi eftir. Þannig að þetta svona dagurinn minn í dag í stuttu máli. En ég nýt hvers dags, svo það sé sagt þó, ég sé að vælum þetta veðurfar, að þá hef ég notið þess að ganga og eiginlega velta fyrir mér bara svona ýmsu, en líka bara að hugsa mikið neitt. Það getur líka verið gott stundum að vera ekki endilega velta einhverju fyrir sér, heldur bara að horfa í kringum sig og njóta andartaksins. Þannig að ég hef reynd að gera það líka. En þangað til næst. Góðan daginn. Hérna vegi Jakobs það 30 hestar að ég leggja af stað frá Bóadía og hitinn 6 gráður, dálítið kaldgóla. Ég hef fljótt að labba með til hita, spáði þurr í dag og þetta verður bara held ég góður dagur. Klukkan 7:20. Þannig að ég svaf bara óskup vel, vaknar enda alltaf snemma, 5:30 alltaf, en hef nú ekki nefnt að fara af stað fyrir svona þetta leyti, enda engin ástæða til því að gistingin, hún ekki afhent fyrir en yfirleitt í kringum 2-3. En þangað til næst.
Ég tók hérna hliðarraun frá þegar ég semst var komin að ganga í kringum 10 kílómetra, 3 kílómetrum eftir frá Mista. Þá þessi valkostur í boði að í staðinn fyrir að ganga með frá þjóðveginum að ganga hérna. Og alltaf mæli ég nú með því að ganga á stíg frekar en við þjóðveginn. Þetta hérna inn í fyrsta litla þorpinu sem kom inn í eftir að ég fór þennan hlíðarstíg. Skemmtilegt svona geta teilt sér hérna, ekki síst ef að sólin skín. Það nú ekki margir á ferli hérna. Það bara ansi kalt. Skilti segja nokkur 11 gráður en þegar að vindkælingin svona mikil að þá einhvern veginn verður þetta ekki alveg jafn gott. Beygðu aðeins til vinstri. Það nú ekkert mjög margir á ferli. Ég svona aðeins búin að rölta, þó ekki mikið, það bara svo kalt. Það eiginlega kalt inn að beini. Þetta verður en... Nei, ég ætla ekki að kvarta. Þetta svona eins og ískalt gluggavorveður á Íslandi búið að vera. Ég labbaði mér ekki eins og til hita þetta. Það var nú eitthvað mikið hægt að segja. Enda ég nú ekki þekkt fyrir að labba neitt rólega. Ég geng nú frekar rösklega. En þið sjálfsagt heyrið í vindinum. Hann talsverður. Einhverjir pílagrímar aðalega á ferðinu. Það sem mér finnst aðeins áhugavert og ég tekið eftir að við sumar kirkjubyggingarnar eru bara byggð hús og verslunarrými og alls konar. Þannig að þetta allt saman sambyggt, jafnvel þó þetta sé guðshús. Þetta semst gistingin sem ég í og ég í þessu herbyggi hér með opna glugganum. Þetta allt saman voða huggulegt hérna ef það væri nú svo hlýtt að það væri hægt að setja úti. Það væri skemmtilegt. Svona þetta.